Ekki síst börnin 2. Arnarfjöður, sonur Gamla. Eins og strákar allstaðar í heiminum vildi Arnarfjöður sýna stjörnu hvað hann væri snjall með því að vinna eitthvert stórt afrek. Ef ég gæti nú tamið villtan vísund. Æ, þetta er víst ekkert fyrir veiðimann að standa í. Ég reyni eitthvað annað, hugsaði Arnarfjöður með sér. Ef ég bara kynni að fljúga eins og fugl. Stjarna myndi ekki trúa sínum eigin augum. Það hefur engum indjána tekist fyrr. Fuglarnir fljúga svo áreynslulaust eins og þetta sé engin vandi. Hraustir drengir gefast ekki upp þótt fyrsta tilraun mistakist. Ég þarf bara að komast í svo litla hæð og blaka svo vængjunum rétt. Árangurslaust reynir stjarna að lífga litla dáðrakka indjánan. Árangurslaust grætur hún. Hún hleypur í hendingskasti heim í þorp eftir hjálp. Aumingja Arnarfjöður minn, þú ert allur lurkum lamin. Ég get ekki látið sjá mig í þorpinu, segir Arnarfjöður stúrin. En þá datt honum í huga að gera annað. Nú myndi stjarna litla örugglega dást að honum sem miklum höfðingja. Stjarna er í hættu. Hann varð að bjarga gersemi indjánana. Hér var sannarlega hetjudáð að vinna fyrir indjána veiðimann. Arnarfjöður og stjarna vissu að sólin myndi aldrei bregðast þeim í neyð. Hún gat ekki hort upp á vandræði litlu indjánana til lengdar og kom brátt til hjálpar.
Þakka þér fyrir, sól, kærar þakkir, kölluðu börnin glaðlega til sólarinnar leið og hún gekk til víðar bak við fjallatindana í fjarska.